gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér eru góði gestir að ræða komandi sveitarstjórnarkosningar. Það eru Silja Sóley Birgisdóttir og Tutti Sósíalista og Kristín Kolbrún Voge, Miðflokki. Verið velkomnar. Takk fyrir. Við vorum að tala það hérna áður en við settumst inn að hún hefur farið svolítið hægt á stað að verið svona þessi aðdragandi kosningaherferðir og annað. Þær hafa ekki beint svona dunið á almenningi, akkurat þessu staðan núna, en við ætlum að ríða á vaðið hérna við Rauðaborðið og fá til okkar, svona fólk í efstu sætunum, víða og höfuðborgarsvæðinu og vonandi ykkur á landsbyggðinni líka. Og hérna, mér langar bara svona til þess að kannski fá aðeins að heyra frá okkur hérna svona, ég meina hverjir eru þið og fyrir hvað standið þið? Já, ég heiti Silja Sóley Birgisdóttir og oddviti Sósíalistaflokksins og ég kannski gefið í nafnun en ég stend fyrir sósíalisma. Ég bara trúi á almennan jöfnuð í samfélaginu og já. Já, ég heiti Kristín Kolbrún og hérna er í öðru sæti hjá Miðflokknum í Reykjavík. Við stöndum alltaf bara fyrst og fremst fyrir skynsemishyggju og hérna ég svona persónlega hef verið mest í skóla og leikskólamálum og hérna líka bara brenn fyrir þeim sem eru svolítið svona utan við kerfinu og þurfa að krafsa sig þar í gegn. Velferðarkerfið hjá Reykjavíkurborg er mjög flókið og hérna óskilvirkt. Það er svona, já, það sem ég helst svona stend fyrir. Þannig að það er svona ákveðin samhljómur í því sem þið segið, þótt að þessi séu mjög ólíkir flokkar og eiginlega alveg á sikkorum pólnum, hægri og vinstri, þá hafið þið þetta sammerkt að þið brennir fyrir leikskólamálunum og hérna, hvað er það svona helst sem að þið hafi verið að svona gagnrýna? Silja, ef að þú kannski... Já, náttúrulega, þú veist, alveg efst á baugnum hjá flokknum eru húsnæðismálin. Það er náttúrulega bara ríkjandi húsnæðiskrísa og húsnæðisverð heldur áfram að hækka og við viljum, þú veist, leysa valda pingur svona heildrænt. Við viljum bara að borgin grípi almennilega inn í og sé að byggja fyrir, þú veist, meirihluta almennings, sé að byggja til þess að selja og til þess að leiga og líka fyrir félagslegt húsnæði sem við erum með mjög lága hlutfall af félagslegu húsnæði eins og stendur. En ég persónulega líka mitt er í skólamálunum. Ég hef lengi unnið í skóla og kláraði sálfræðin og stemdi á að fara í skólasálfræði, þannig ég persónulega líka brenn mikið fyrir skólamálunum og hefur lengi gert. Hvað er það svona helst sem að þér finnst að mætti betur fara í skólamálunum? Í skólamálunum? Sko, ég myndi segja það sé helst bara fyrirkomulag stuðningsins. Ég held að við séum með mjög flókið kerfi í stuðningnum í Reykjavík og eiginlega bara á landinu. Stuðningur kemur aðeins minna inn á gólfið. Þú veist, ég myndi vilja fá að sjá sérfræðingarna vera að vinna með börnunum inn í skólanum, þú veist, í sínu náttúrulega umhverfi, þú veist, fá talmeinafræðinga og sálfræðinga inn á gólfið. Ég held að geri starfi miklu skilvirkara og það opnar fyrir aukið samstarf við, þú veist, kennara og annars starfsfólk skóla að þau séu að vinna bara á gólfinu. Algjörlega samanlega, það er að minnka bara einhvern veginn skrifaræðir og líka bara tortrygnina, minnst einhvern veginn, maður þarf einhvern veginn, það er einhver lausnateymi, það er endalösi fundir og það þarf einhvern veginn að sanna fyrir, ég veit ekki, þjónustumiðstofunum að það sé virkilega vandi og það er rosa mikið að fólki finnst mér sem er ekki að hitta börnin einu sinni en er svona að fjallum þeirra mál og taka þau og flagga þeim og þetta rúllar einhvern veginn bara þarna uppi á skrifstofunum og einmitt ekkert á gólfinu. Það er ekki verið að mæta í rauninni börnunum og það er ekkert verið að breyta umhverfinu þeirra, heldur einhvern veginn alltaf að reyna aðlaga þau að umhverfinu, finna lausnir á því sko í staðan fyrir að reyna að finna hvernig er þetta að bæta umhverfið svo að þeim líði betur. Og enginn sem fylgir málinu eftir til enda. Þú veist, ég er með strák sem er umhverfur og hann er með 8 manneskjur sem eru að fylgja hans máli, en það er enginn sem klárar neitt og þá er náttúrulega enginn sem ber ábyrgð á neinu. Þannig að það er líka svolítið svona stórvandi í þessu skólakerfi og við þurfum bara einhvern veginn að fara bara aftur í svolítið bara svona grunn, bara hvað, þú veist, bara vellíðan barna og menntun. Það er bara það sem á að skipta mestu máli og allt hitt kemur bara á eftir, sko.
Þú nefndir húsnæðismálin, hérna, hvernig sjáu þið í miðflokknum fyrir ykkur húsnæðisstefnuna? Nú hafa sósíalistarnir talaði mitt hérna, meira félagslegt húsnæði og byggja meira og bara koma fleiri íbúðum í umferð hreinlega. Mér finnst einmitt Reykjavíkurborg eiginlega vera að skipta sér of mikið af og þessi regluverk og allt sem við höfum verið að gera eins og með tómu atvinnuhúsnæðin og alla þessa þéttingu. Við erum ekki að byggja það sem fólki er að biðja ekki það sem fólki vill og ég hugsa að það sé einhvern veginn að gefa verktökunum svolítið meira frelsi. Auðvitað þurfum við að hafa félagslegt húsnæði, það er alveg bara mikilvægt en mér finnst einhvern veginn að Reykjavíkurborg ekki að vera svona rosalega onni í hálsmálum hjá verktökum með það hvers konar hús eru byggð af því að þeir þurfa líka bara annað eftirspurn. Við getum ekki verið með hálftóm hús hérna á Stangli sem enginn hefur efna á að kaupa. Já, ég get alveg verið sammála að það þarf að byggja líka miklu meira bara af minni íbúðum fyrir, fyrstu, fyrir fjölskyldur, fyrir ungt fólk og líka fyrir eldra fólk sem er að vinka við sig. En ég held að það sé einmitt borgin sem þarf að skilgreina þennan ramma. Það hefur trekk þegar að það er verið að byggja og verktaka taka við. Það er mjög oft sem að það er breytt skilmálunum og verið að byggja húsnæði sem að munir seljast á hærra verði en ekki það sem að grunnþörfin liggur af því það er ekki jafn hagstætt. Ásaki? Já, mér finnst það einmitt öfugt og mér finnst einhvern veginn hérna ekki vera að byggja húsnæði lengst upp í Úlfarsárdal þar sem er ekki stæði og ekki almenningssamgöngur og líka af því að hérna, þetta er einhvern veginn hækkar. Mér finnst það einmitt hækka verðið á húsnæðunum að hafa þau sé ekki annað eftirspurn af því að þau seljast ekki og hérna, ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn ég veit ekki, ég vil sjá mér finnst alltaf fólki kringum mig laðast miklu frekar af eins og þessum gömlu húsum í hlíðunum þar sem eru litli kjallarar og reisíbúðir og einhvern veginn svona meiri sjarmi en þú veist, í dag mætti ekkert byggja þetta út af regluverki, þú veist, það er ekki ég hugsa að byggingaverktakar myndu vilja annað eftirspurn einmitt eftir litlum og ódýrum íbúðum fyrir fólk eins og fyrstu kaupendur miklu frekar en lúxusíbúður sem enginn er að kaupa. Já, ég er bara ósammála, ég held að borgin geti líka séð þá umgjörð. Ég held að borgin sé líka ekki að veita, þau vilja ekki heldur að sé vera að byggja lúxusíbúður. Ég held að það sé ekki þeirra forgangsröðun. Nei, það verður samt vera einhvern veginn það sem er að gerast akkurat núna. Já. Já, kannski að svona öðru afsakið. Ég fekk hérna hóstakast í hérna miður samtali. Það getur allt gerst, en hérna það eru fleiri mál sem hafa svona verið í deglunni. Það eru svona það eru auðvitað náttúruverndarmálin og það eru svona sorphirða og alls konar svona litlir núansar. Það eru göturnar og mengunin og þetta. Er þetta eitthvað svona sem að þið sjáu fyrir ykkur að geta sett ykkur svona sérstakar áherslur á? Já, það er náttúrulega bara sinnisari grunnþjónustu að það er að heyrða upp sorp og það er að sopa götur og hérna það hefur bara ekki verið gert í nógu miklu magni. Það er hægt í öðrum sveitafélagum þá þannig að vera hægt í borginni. Þannig að við tölum bara gamla slagvarðið hérna Fögutorg og Hraunborg. Já. Ég held að vandinn liggi líka bara að megni af þessari þjónustu hefur verið útvistað. Já. Þannig að einmitt, vegarhreinsunin hefur verið útvistuð og það er líka verið að útvista bara götur og garðyrkjuninni. Þetta kerfi var miklu betra þegar að borgin var að sinna þessu og var með fólk í bara fullu starfi að sinna þessu. En núna erum við bara með verktaka sem er að sinna þessari þjónustu. Vatn. Sem er að sinna þessari þjónustu og það var bara svona tengilegur inn í borgina. Og ég held að séu mikið fyrir eina manneskju að vera bara þessi tengilegur. Við viljum frekar að sé bara teymi sem vinnur fyrir borgina sem er að passa að það sé verið að sinna þessari þjónustu. Og ég held að myndi líka gera það verkum að það væri gripið inn miklu fyrr. Það gerist allt og oft að það er gripið inn, þú veist, einmitt, þegar það er orðið allt og hált, þegar það er orðið bara svifryksmengun og þegar þetta er komið á frekar hátt stig. En ef það er fólk að vinna bara í þessu sem sitt starf. Já, bara innan borgarinnar. Já, bara innan borgarinnar. Þá er hægt að passa upp á þetta eins og gamla daga þá var svona eftirlit, verið að kanna hvar þurft að bæta og hvar þurft að hreinsa og salta fyrirfram. En eins og núna í vetur er búin að vera alveg bara fram að febrúar eiginlega engin snjór. Eigum við þá að vera fjárfesta í snjómóksuspilum og hafa fólk í vinnu sem er bara að vinna við þetta ef það kemur síðan ekki snjór? Þá er það bara í önnu verkefni. Þú veist, fólki sem er að sinna snjómóksturinnum getur líka alveg eins verið að sinna að þú veist að keyra með rykkbindingarefni. Það er hægt að útlista verkefnunum
heilstæmt fyrir bara vegakerfið, hvort sem það sé hreinsun eða snjómokstur. Það þarf ekki að vera sérstaklega snjómokstur og sérstaklega hreinsun, það getur verið bara bæði. Já, ég var erfitt með að sjá að það getur verið einhvern veginn bara svona alveg fullt einhvern veginn apparat, fullt starf en ég er náttúrulega svona sé það í öðrum sveitafjölum þá þessi útlista til einkafyrirtækja og það gengur bara ágætlega, það þarf bara að moka þegar snjóar og sópa þegar það er rigg, þetta er bara þannig. Það er eitt sem að kannski, ég meina flestir höfuborga búa klóra sér í hausnum yfir okkar með einstæðdegi er umferðin. Áherslur í umferðmálum, ég meina borgarlínan hefur verið nefnd í þessu samhengi. Hvar standið þið í þeim málum öllum? Sko varðandi borgarlínuna þá er náttúrulega bara fyrst og fremst forsenda að vagnarnir sem að keyra borgarlínu séu í eigu borgarinnar. Það er náttúrulega það að vera með sérakrein og vera með þetta hraðvagnakerfi mun skila sér í bara betra umferðarflæði og það verður þá kostur fyrir fleiri að nota almenningssamgöngur og ég held að fókusin þarf að vera þar en það þarf að vera á réttu forsendunum og þetta verkefni er búið að taka allt á langan tíma, búið að fara í allt og mikið af svona endurskoðun og ég held að það sé bara komin tími til þess að komin tími til þess að virka þetta en við þurfum þá að efla almenningssamgöngur á móti þannig að það sé kostur. Strætó er allt og dýr fyrir fólk til að bara hoppa í strætó. Það er eiginlega bara fólk sem nota strætó okkur eins og degi allir sína ferðir sem að kýsa að gera þetta. Við erum allavega ekki hrifin af borgarlínunni en viljum efla almenningssamgangnakerfið bara án þess að þrengja það einkabílnum og Hvernig þá? Í rauninni bara ekki það er að hafa eitthvað svona lítið hraðvagnarkerfi þar sem að komi litli vagnar með stuttu millibili og það þarf ekki að gera það þarf ekki að gera sér akreinar til hliðar ekki í miðjunni og ekki að fækka akreinum fyrir bíla ég var bara að tala við mann sem keyrir neyðarbíl daginn og þetta er bara hann sagði bara að það er svolítið erfitt að geta ekki tjá sig opinberlega þetta en þetta er bara þetta snýst mannslíf þeir eru bara í algjörum vandræðum nú þegar að þeir búið að taka mikið hægri beygjum og strax byrja að þrengja að og þeir eru kannski bruna niður í bæ að fara græja eitthvað í sjúkrabíl og það er bara eitthvað blómapottur fyrir og þau þurfa að komast og það er bara erfiðara aðgengi fyrir þá til dæmis og ég held að öflugra almenningssamgangnakerfi mun alveg hvetja fólk til að nýta sér það betur en við viljum þá frekar bara fá bara betri strætó og jafnvel bara frítt í strætó sem tilraunaverkefni til þess að sjá hvort að það myndi hjálpa fólki til þess að velja strætó en frekar Það getur verið sammála en það að vera með hraðvagnarkerfi sem fer í tíðum ferðum og er með sér agreinar rýma bara mjög vel við borgarlínuna. Er það þá aðalega spurning staðsetningu sem þú ert að velta fyrir þér? Nei, við viljum bara ekki þá þrengja að einkabílum eins og borgarlínan er að gera og fara í allar þessar framkvæmdir sem eru bara mjög kostnaðarsamar. En já, ég myndi allavega að telja að ef borgarlínan er sett í gang að þá mun umferðarflæði minnka og þá mun losna pláss fyrir einkabílinn á öðrum stofnbrautum. Ég held ekki að við fækkum akreinum á stofnbrautum og setjum hann akkurat í miðið og ég held, það mun örugglega aðeins fleiri nota almenningssamgöngur en ekki nógu mikið til þess að það létti mikið af umferðinni, bara alls ekki. En er þetta ekki svona, þetta er svona svolítið kúltúr, þetta kannski tekur smá tíma en með góðu almenningssamgangnakerfi þegar fólk lærir að treysta því, þegar það elst upp við það þá notar það áfram sem fullorðnir og það framtu gottum. Það er svona sem langtímalaust. Þá ætti það nú alveg að vera sniðut. Ég meina eins og bara er í öllum borgum, stórum borgum. Ég meina London í því samhengi get ég nefnt að því að ég bjóð þar að þar kemur strætó á 5 mínútna fresti og þú getur alltaf treyst á hann. En við erum alltaf bara eins og bara lítið hverfi í London, Reykjavík. Þetta er bara og við erum, samfélag okkar og menningin okkar er svolítið hrjöð. Við erum að keyra og sækja, við erum að fara með á æfingar og það er ekki allt í okkar nánasta umhverfi. Og ég veit ekki með ykkur reynd, ég gæti þetta ekki með 2 börn, bara komið í bónus, ég þarf að fara á æfingu, þau þurfa að fara á æfingu, fara í vinnuna, fara úr vinnunni, sækja þá. Þetta er, ég sé þetta, ég sé þetta ekki gerast. Þetta er náttúrulega líka spurning með markhópin. Ég held að ef almenningssamgöngur væri betri og það væri ekki, að strætó myndi sjálfur ekki festast í þessari umferð að eins og margir sem eru í háskólanum myndi nota þetta miklu meira, fólk sem hefur kost og er að fara beina leiðir myndi nota þetta miklu meira
þú veist, ég... Í úr vinnu, Í þú úr segja, vinnu. getur verið sniðugt. Jú, en ég samt alveg sammála að, þú veist, Ísland bara þannig samfélag að það mjög margir sem munu alltaf þurfa að nota einkabílinn og þú veist, ég alveg þar með talin. Ég á einkabíla því að ég bý í Grafvogi, ég vinn í Laugardalnum og það bara mjög flókið fyrir mig að taka strætó. Ég þarf að taka strætó og síðan bíða í alveg 10 mínútur og síðan kemur næsti og þú veist, næsta búð í Spönginni, þú veist, það bara allt mjög langt í burtu, þú veist, fyrir mig persónulega og ég myndi nota strætó eins og einmitt til þess að fara í og úr vinnu og síðan myndi ég örugglega þurfa einmitt að fara á bílinn ef ég er að fara einhverja búðir og útrétta eitthvað lengri í burtu en ég myndi nota hann miklu meira ef hann væri einmitt tíðari, betri tenging, það þarf líka að tengja þetta betur við mörg, þú veist, hverfi eins og Gufunesinu og líka á Kjalarnesi og þú veist, síðan þarf hann náttúrulega líka bara að verða miklu ódýrari, sérstaklega fyrir fólk sem að vill geta notað hann eins og ég en er kannski ekki að fara að nota hann í marga ferðir alla daga. Þú veist, 690 krónur fyrir eina ferð er ógeðslega mikið. Maður ætti bara að minnka þetta fyrir almenning. Ég held að miklu fleiri myndu nota þetta sem valkost, ekki sem, þú veist, kannski heill lífstíl og alltaf. En ég held að mun fleiri myndu nota þetta ef þetta væri hagstæðara og ef einmitt að það myndi muna verulega umferðina. Það að gefa strætó sér akrein þá er strætó ekki lengur í umferðarteppinu og þá munur fleiri kjósa að gera það í staðinn fyrir að festast í umferðarteppinu. Þannig menningabreitingin mun líka gerast þegar að strætó er komin á sér akrein. Og við erum alveg með sér akrein fyrir strætó en aftur bara að það sé ekki að þrengja þá eða taka af einkabílum. Já, en nú það hefur svona sann að segja, þú veist, ég meina því fleiri akreinar því fastari umferð af því að einhvers staðar þarf alltaf að beygja út af sko. Þú veist, það er alltaf einhvers staðar þrenging og það er það sem að flöskuhálsin mætist þannig að það skiptir svona kannski í litlu máli þó að maður sé með, þú veist, 12 akreinar af því að, þú veist, ef að flöskuhálsin er tvöfaldur þá eiga hinir bílarnir ekki séns. Þetta er svona, en þetta er svo margt sem að er hérna í skipulagi Reykjavíkurborgar einmitt með eins og nærþjónustuna, búðirnar, verslunarkjarnana og bara leikskólana og æfingarnar og allt þetta eins og þú nefndir. Að þetta er einhvern veginn svona, það hefur myndast einmitt eitthvað svona kúltúr sem er kannski ekki droslega þægilegur fyrir fjölskyldufólk. Þetta er líka bara, þú veist, svo vitum við náttúrulega líka ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér af því að, hérna, þú veist, eins og með sjálfkeyrandi bíla og deilibíla og annað, þú veist, það er hægt að finna svo marga lausnir en svo erum við líka bara, við búum bara við öðruvísi aðstæður en margir, þú veist, margar þjóðir, það er oft bara, þú veist, eins og í dag bara skýta veður og hérna, og þá er einmitt, væri rosa gott að það væri stutt að fara, myndi maður frekar ganga að nýta sér almennu samgöngur eða væri betra veður til dæmis, en þetta er einhvern veginn, ég held að menningin sé bara svona út af smæðin okkar. Það er kannski borgar sig ekki að hafa krónuna á einhverju einasta horni og eins með þjónustur. Það er bara dýrt að hafa útlista þessu út kaupin og kápin. En hvernig, þú veist, myndið þið kannski þá frekar skoða bara hvað með svona smá vöruverslanir, svona einyrkja eins og maður sér við annars staðar. Það eru, þú veist, það eru sjoppur og litla kjörbúðir og það er kaupmaðurinn á horninu bara og þú veist, það eru litla tannlæknastofur og það eru, þú veist, miklu frekar heldur en kannski krónan. Já. En það er bara jákvæmt. Þannig erum við kannski komin í kannski eitthvað svona sem að borgin hefur ekkert endilega mikið með það að segja en ég meina það er alltaf hægt að svona greiða leið smærri verslana og svona einyrkja einmitt í útkvörunum til þess að við erum með mjög mikið ónýttu atvinnuhúsnæði sem verðist einhvern veginn bara ekki leiðast út þannig að já. Ég held að það sé líka bara mikilvægt að þú veist tengja strætó við staðsetninguna á þessum grunnþjónustum og þú veist við Sósíalistaflokkurinn viljum líka leggja til að allavega sem tilraunaverkefni að athuga hvort það sé fengur í því að stofna borgarbúðir á þessum hverfum þar sem það er smá svona eyðibýli og langt í þjónustu eins og þú veist náttúrulega stúdendahverfinum til að taka dæmi að sjá bara hvort það sé hægt að vera líka með óhagnadrifnar bara borgarbúðir þannig að þú veist þjónustan er alltaf að fara lengur og lengur í burtu við sjáum einmitt að kaupmaðurinn á horninu og þarna litla tannlæknastofan er alltaf færast nær og nær bara svona vestan á kjörnum eins og í Skeifunni og í Spönginni og þá er bara spurning, þú veist, hvort að borgin byrji bara sjálf að reyna að skapa þessa menningu að hafa þjónustuna nær og tengja strætó þar við. Hvað finnst þér þetta?
þú veist, það væri alveg hægt að reyna það, en ég held samt aftur, þú veist, það fólk velur einkabílinn til dæmis og fyrir utan þessa litlu hérna tómu atvinnu hvað segir maður, íbúðir eða atvinnu stæði, þú veist, það engin bílastæði þar fyrir utan og þá bara næri þetta ekki að þrífast og ég held bara, þú veist, eins og þessi útópi að hljómar vel og þessi hugmyndarfræði að þetta sé eitthvað neginn bara hægt að hafa litla stræt og að hægt að koma allstað við og allt þetta, þú veist, ég held að verði bara mjög erfitt að búa til svona menningu á Íslandi. Ég er bara einhvern veginn í samtölum mínu við fólk sem bara með borgarlínu og ég fer einhvern veginn svona að ræða þetta áfram. Ég sé þau ekki alveg eins og sjálf fyrir mér nýta sér þetta að einhverju vissu marki. Það sé mjög falleg hugsun að hafa einmitt litlar óhagnaðardrifna búðir þar sem að vöruverðið er lágt og allir geta bara farið ferða sinna á þess að nota einkabílinn. Þetta er mjög fallegt, þetta er falleg hugsun en ég held þetta mun ekki ganga upp og sé bara, já. Já. Við vitum það ekki nú að prófa. Nei, nákvæmlega. það er kannski svona, já, það sem að stjórnmálamenn hafa náttúrulega alltaf gert. Þeir svona eiga sér draum og svona einhvern veginn fylgjum eftir. Þannig að ég held að það sé líka bara tvíþætt vandamál, þú veist, bæði það að þú veist, við erum að vinna langt í burtu frá þar sem við búum og skólinn er stundum líka langt í burtu. Fólk er að fara með leikskóla milli hverfa og svoleiðis. Það er líka bara spurning þú veist, bæði það að tengja betur við þjónustu sem langt í burtu en líka reyna að kjarna þjónustum þannig að hún sé nær samfélaginu og nær hverfunum þannig að það sé kostur. Ég myndi elska, ég bý í Grafarvogi, ég get ekki labbað í neitt og ég ólst upp í 108 og það var allavega svona 35 minútur labb fyrir mig sem krakka, ég hef 40 mínútur að labba í, þú veist, Skeifuna þar sem ég bara byggur svona umferðar fríríki og maður svona byggur hættulegt að vera gangandi vegfarandi. Þannig ég man að það var, þú veist, að var aldrei hægt að labba neitt. Það var ekki hægt að sækja neina þjónustu nema sjoppuna í Kúlunni. Að, þú veist, ég myndi elska að geta farið út í búð bara nálægt heimilinu mínu og geta stokkið til. Þú veist, það er líka alveg það þarf að keyra alltaf langt í burtu og finna stæði og fara inn í búðina, koma aftur tilbaka, ég veit ekki. Ég myndi alltaf nýta þjónustuna ef hún væri nær mér. Alltaf. Og ég held að flestir séu þar. Þess vegna vilja allir að leikskólinn sé næsti leikskóli, skilur við. Fólk verður mjög pirrað þegar það þarf að sækja eitthvað lengra út. Og ég held að það á við miklu meiri grunnþjónustu en bara leikskólana. Leikskólinir, fyrst og nefnir það. Það er eitt af þessum stórum málum sem er mikið talað um. Það eru húsnæðin, það eru skólamálin og svo náttúrulega bara leikskólamálin. Leikskólamálin eru eitthvað sem að virðist bara ekki ætla ríkis áttum, alveg sem hvað. Hvernig hérna sjáu þið fyrir ykkur að breyta því kerfi? Já, ég skal bara taka fyrsta. Þannig að þá náttúrulega kynnt Reykjavíkurleiðina fyrir bara frekar stuttu og þá eftir að sjá hversu vel hún virkar í kerfinu og þú veist, ég er alveg vongóð að það mun alveg breyta einhverju sko. Ég held að gjaldskráar þannig að skiptingin sé mjög góð byrjun til þess að skapa hana hvata og síðan bara einmitt er þetta að sjá seinna hvort það sé þetta minnka þessa gjaldskrá. En ég held líka bara að við þurfum pinga að horfast í augu við það ástand sem er búið að skapast nú þegar. Það er bara, ef þú spyrð leikskólastarfsfólk, það helsta sem þau biðjum er fjölgun stöðugilda og að hafa eitthvað skýrt viðmið hlutfall milli leikskólastarfsmanna og barna sem núna er ekki til staðar, sem er pingu galið, að það sé ekki neitt viðmið fyrir hversu margir það eiga að vera. Og ég held að við eigum að efla það fólk sem nú þegar í kerfinu. Starfsmannaveltan er ógeðslega mikil, sérstaklega meðal ófaglærðra og ég held að bæði með því að fjölga stöðugildum skapa aðeins meira sveigjanleika hjá leikskólastjórum í að vera ráða á mannis og stöður af því ég held að líka með við gjaldskráskiptingarnar það mun eflaust vera munur milli leikskóla í ákveðnum hverfum hvort að börnin þurfa ennþá að nota allir þessa þjónustu eða hvort það sé hægt að meirihluti foreldra geti verið bara með skertan dagvist að við þurfum að skapa þetta rými þannig að það sé hægt að vera með fulla mönnun alltaf og líka bara að efla leikskólastarfsfólkið, sérstaklega það ófaglæra. Þar er bara mjög mörg tækifæri í að skapa hvata til þess að fleiri sækist í leikskólakennaranámið. Þannig ég held að við eigum alveg að fókusa þar sko. Já, þetta er náttúrulega bara vandi sem er búin að fá að vaksa allt og lengi og Reykjavíkurleiðin er svona ágætis plástur á eitt af einhverjum smá, eða mjög kannski laga eitthvað pínu lítið en ég held að sé ekki nógu mikill hvati til þess að fólk sé að stytta vistun eða skrá,
ég held fyrir suma hópa þá þetta bara ekki nógu háð fjárhæð þannig að þetta skiptir máli en ég glöð að allavega eitthvað var gert og ég veit ekki hvort að eitthvað hefði verið gert ef leikskólastjórarnir hefði ekki samið þetta harðorða bréf til borgarinnar en ég held við tölum líka mikið fyrir heimgreiðslur af því að börn eru bara þannig fyrstu 2 árin á mjög viðkvæm aldri og og ef fólk vil velja að vera lengur heima þá finnst okkar það bara frábært og það léttir líka á leikskólanum. Þið hafi verið að tala fyrir heimgreiðslum. Svo fram að 2 ára aldri og ég meina það dýrt að hafa, það er bara 2,5 milljón að hafa barn í leikskóla fyrstu, þegar það er 18 mánaða gamalt. Þá er það bara í rauninni búbót fyrir borgina þegar borga foreldrum þá eitthvað hluta af þessari greiðslu, sko. Og líka bara fyrir foreldra að geta haft þetta val ef þið vilja vera lengur heima. En ég hugsa sko álagið á leikskólanum, ég held að þurfum bara að hlusta miklu betur á fólki á gólfinu. Það eru auðvitað, ykkur viðmiðum barngildi og svoleiðis en svo eru bara dagarnir að lengjast og börnin á yngri og yngri sem að fara inn á leikskóla og þetta bara orðið mikið álag og við vitum all hvernig það að vera í barnaafmæli, þið getið ímyndað ykkur hvernig það í 8 klukkutíma og ég held að atvinnulífið þurfa líka svolítið að fara að vera með okkur í liði. Minnstu svolítið... Já, samanlega. Minnstu megi líka aðeins vera sveigjanlegri gagnvart starfsfólki með ung börn. Og ég veit að til dæmis í Tansaníu þá fer fólk bara í skert hlutfall báði foreldrar þegar barnið á leikskólaaldri. Það er bara svona einhvern veginn óskurður regla þar. Og þannig að mér finnst við þurfum að skoða þetta alveg frá eitthvað svona öðru sjónarhorni. Já, svona fjölskylduvenna. Þetta kannski svona... Ég get alveg tekið undir með einmitt að atvinnulífið þarf að taka meira þátt og það þarf að vera valmöguleiki fyrir fólk. Þú veist, ég persónulega vil líka bara sjá lengingu fæðingarorlofsins. Það er náttúrulega mikilvægasta verkefni barna fyrstu 2 árun bara tengslamyndin við foreldra. Og mér finnst að við ættum að stuðla því eins vel og við getum og líka bara vera þessi stuðningur fyrir foreldra. Og ég vil líka bara sjá sveigjanleika í rekstrarformi. Ég hef starfað lengi á starfandi skólum og mér finnst það einhvern veginn margar góðar hugmyndir og bara fjölbreyttari leikskólar sem koma frá því prógrami. Og það eru reyndar ósammála. Það eru reyndar alveg ósammála. Allavega sérstaklega með að fyrirtæki séu að reka leikskóla eins og með Alvatek leikskóla. Það er bara, ég held að skapi óheilbreytt samband milli atvinnuveitenda og Ég er svolítið vant að missa leikskólaplássi ef maður hættir í vinnunni. Já, það var samt alveg skýrt hjá þeim að það myndi ekki gerast og það er alveg hægt að koma í veg fyrir það. Það er það alveg, en það samt sem áður, það mun alltaf skapa einhver svona ójafnvægi og maður er aðeins svona hliðhollari og þarf að vera hliðhollari og aðeins svona hliðnari, ég veit ekki. Jafnvel þótt að sé skrifað að það megi ekki, þá bara veit maður hvernig þetta getur oft orðið. Já. En nú þekki ég konu sem er að vinna í Arion banka og er að nýta sér daggæsluna þar og hún er með barnið þá á brjósti og þetta er afar hentugt að geta stokkið til og gefa barnið brjóst að hann leggur sig í hádeginu. Þannig að það er svona, kostur og gallar. Ég man eftir dóttir mín fædd 2008, hún fyrir hruninu og þá náttúrulega bara voru ekki neinn leikskólaplás, þetta var allt mjög erfitt. Hún komst ekki inn í leikskóla fyrir hann aðeins eftir 2 ára aldurinn, en þá voru svona heimgreiðslur. Þær voru enda 35.000 krónur á mánuði. Það var rosalega lítið en einhvern veginn, þú veist, maður þurfti bara að láta það virka. Þú veist, það voru bara að vera í, hlutastarfi og einhver, þú veist, þú var þetta bara einmitt takes a village, það var bara fjölskyldan og þú veist, allir sem að maður einhvern veginn hallaði sér upp að. En það eru þetta ekki allir með þetta tengslanett. Og fyrir auðvitað tekjulægstu hópana og fyrir fólk sem er og er erlendum uppruna, hefur fáa í kringu sig, þá það býr ekki viss sömu lífskeið og ég sem að gata mitt hringt í mömmu og pappa og systur mínar og einhvern veginn svona brúa bili til þess að geta unnið. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur svona, ég veit ekki, hvernig getum við stutt betur við þessa hópa? Sem að hafa sem að hafa lítið tengslanett, sem að hafa, ég meina þau þurfa lengri leikskóla og ég sé að gagnrýnin sem að beinist gegn Reykjavíkurmódelinu er einmitt þessi. Það eru þessir viðkoma hópar sem að eiga eftir að þurfa að borga kannski mest í barnagæsluna vegna þess að þeir fara fram yfir tíman. Var það ekki pingu með breytingunni, sérstaklega eftir að allar umsögnirnar kom inn? Lægstu tekjuhóparnir eru ekki að borga mikið, jafnvel þótti nýti
Það er tekjutenging. Það er tekjutenging og ef þú ert þá að tala innflytjendur sérstaklega í þessum lægstu tekjuhópum þá þú veist, eiginlega búið að dekka þetta svona að mestu leyti og þá er líka bara spurninga mitt önnur verkefni til þess að stuðla að aukinni inngildingu. Inngilding er ekki uppáhaldsorð Miðflokksins. Nei, ég held að auðvitað það fólk sem hefur tilstæðnett og hefur gott bakland nýtir sér það bara og svo er bara vonandi að velferðarkerfi geti gripið hinn. En ég hugsa samt sko, þú veist, það þurfi líka bara aðeins að sjá hvernig þetta kerfi er að virka á þess að við finnum ykkur vandamál. Leyfa þeim þá bara að koma. En svona almennt að inngildingu í samfélaginu. Við erum náttúrulega, sko, Miðflokkurinn náttúrulega tala alveg fyrir því að taka vel á móti fólki sem hingað kemur og vil taka þátt í samfélaginu og vil læra tungumál okkar og vinna með okkur og kynnast okkur og okkar menningu. Inngilding, þetta er einhvern veginn svona eitt af þessum orðum sem ég veit ekki, svona kasta fram og þú veist, bara bera verðingu fyrir öllu fólki og taka vel á móti, það er einu sem skiptir máli en eitthvað svona markviss inngilding ég veit ekki alveg með það, þú veist, við tölum til dæmis fyrir móttökudeildum bara til að hjálpa börnum innflytjenda að koma og læra tungumálið og taka þátt í skólanum eins og ég tók fram í viðtalinu daginn, þú veist, 10 ára barn nýkomið frá Sýrlandi og átt að fara í náttúrufræðitíma og læra bergtegundir á íslensku, þú veist er tímaðinum ekki varið betur í að vera að læra íslensku kannski akkurat á þeim tíma og svo getur tekið þátt í öðrum verklegum greinum og verið með í fríminútum og í hádegismatnum og öllu svona félagslegu. En hver er þá munurinn milli móttökudeilda og bara íslensku vera að þínu mati? Móttökudeildar eru kannski með svona markvissara prógram í íslensku verin hafa verið ekki að nýtast bara alveg nógu vel. Móttökudeildir eru þá kannski bara með svona markvissa stefnu þar sem þú þarft að ná einhvern veginn svona ákveðni færni á þegar hún kemur og eru þá líka í öllum skólum þar sem þú þarft ekki að fara í strætó milli skóla. Ég geti nefnilega alveg sammála því en þá með íslensku veri í flestum skólum af því það er líka bara fyrir að aðgengi að tungumálinu er lykillinn að þáttöku í samfélaginu almennt séð og það var það var útrætt á íslensku verunum og íslenskennslunni að hún var ekki alveg nóg markviss. Og þetta er ekki að skila sér og ef þetta er ekki að skila sér þá er þessu bara ennþá meira jaðarsett ef þau ná ekki að blandast. En þá bara spurninga að efla þá starfsemi og mynda þennan skýra ramma yfir og bæta þjónustuna þar sko. Já, og líka mér finnst bara svo mikilvægt að þetta sé í hverfisskólanum. Mér finnst það eitthvað neginn af því að maður hefur einmitt heyrt að þetta sé, þú veist, ekki í öllum skólum og börn sé, þú veist, tekin úr skólanum til þess að fara í strætó með stuðningsfulltrúa og þetta er bara eitthvað neginn. Já. En líka bara, sko, svo þetta virki, nú þekki ég mjög mikið af flott fólki sem ámis auðvelt með aðlegast íslensku samfélagi og það er bara eins og það er bara alls konar tráma þarna bakvið, það eru bara færni foreldra og svo er það líka bara hversu vel foreldra sjálfur ná tökum og tungumálum og það er auðvitað bara allir gangur að því alveg svo við vitum ef við fyrir og lærum algjörlega nýtt stafróf og tungumál þá þurfum við að taka okkur tími í það. Sko, hvernig sjáum við fyrir ykkur eins og bara einmitt að með inngildinguna því að það er alltaf að tala börnir í þessu samhengi einhvern veginn að það þurfa að efla íslensku kennslunni í skólunum eitthvað en ég þekki dæmi þess að börn eru hreinlega að leysa svona fullorðinsverkefni fyrir foreldra sína vegna þess að það er alltaf á íslensku þau eru inn í reikningum og er að þýða svona ýmsar upplýsingar sem þau ekkert að vera að hafa áhyggjur af en það er og þetta er eitthvað svona sem að mínum mati borgin getur tekið miklu betur utan um. Innilega sammála og mér finnst bara að það ætti að vera þannig að þú ert með einhvern að erlendu bergi brotin sem talar ekki íslensku í vinnu að það sé skilist að þú sért að veita aðgengi að íslensku kennslu á vinnutíma, á launum af því ég held að það sé eina leiðin til þess að ná þessu fram. Þú veist, það eru ógeðslega margir sem eru að vinna bara langa vinnudaga og eru með líka bara með mörg börn og finna ekki tíma til. Mörg námskeiðin eru sent á kvöldin og oft stundum líka bara dýr. Og fullt bara. Já, og fullt og bara lítið úrval og þú veist, íslenska ríkið er búið að skuldbinda sig í að tryggja að fólk hafa aðgengi að íslensku
og mér finnst bara ekki verið að framfylgja því nógu vel og það er algjörlega leikillinn að inngildingu og það er algjörlega inngildingin að fólk geti tekið fullan þátt bæði samfélagslega og líka bara lýðræðislega í samfélaginu. Já, mér finnst allavega það sem ég hef svona skoðun og ég hef verið svolítið inn á bara borgarsíðinni og mér finnst einhvern veginn allar upplýsingar vera á bara mjög mörgum tungumálum og aðgengilegar og ég held að tæknin hjálpi líka mikið þarna og ég hef verið að tala við kennara það sem eru, þú veist, einfléttendur sem eru búin að búa hérna í 7 ára en eru samt ennþá að fá tólk í foreldraviðtöl og svona þannig ég held að borgin sé alveg að koma móts við fólk sérstaklega varðandi upplýsingar og þáttöku. En það er náttúrulega spurning líka bara með samstarf milli, þú veist, sveitarfélagana ríkisins og bara atvinnulífsins. Þú veist, borgin getur náttúrulega veitt sínu starfsfólki þessa kennslu og getur sett ákveðin þrýsting líka á alþingi sem getur þar að leiðandi sett þrýsting á atvinnureikendur. Þú veist, það er ekki meiri hluti innflytjenda eru, þú veist, erlend vinnuafl. Mér finnst bara að ætta skilir að það sé verið að veita þessa kennslu. Það er ekki bara fólk til þess að græða peninga af, skilur, þú veist. Við þurfum líka að koma þeim inn í samfélagið. En erlend vinnuafl sem eru, það talað svona tímabundið sem kemur inn til þess að vinna yfir sumatíman í einhverju svona vertíðum í ferðaþjónustunni. Þetta er auðvitað fólk sem hefur engan sérstakann svona hagaði að læra íslensku og þetta er auðvitað, þú veist, er líka stór hópur kannski, þú veist, og fer inn í árið þannig að þetta er einhvern veginn svona að því að það er allir gangur á þessu og svo er líka bara erfitt að læra íslensku. Já, við flókið tungumál til þess að læra. Já, ég meina, maður er ekkert að setja skilyrði kannski að fólk að læra íslensku sem er að koma að vinna hérna í 5 mánuði. Það er líka bara skrítið og og ég hugsa að flestir sem vinna einmitt í ferðaþjónustu tala ekki íslensku og finnir það bara með ferðast landið og svona. Þannig og mestmegnið af fólkinu sem nýtir sér ferðaþjónustu eru erlendi ferðamenn, þannig að það er einhvern veginn, engin pressa á fólk sem kemur inn að tímabundið að vinna að læra tungumáli, sko. Þessi alveg bara fólk sem er inn að til lengri tíma, einmitt þessar fjölskyldur sem eru að nýta sér túlkaþjónustur ár eftir ár. En ég held að við getum ekki, skellt ábyrgðin á einstaklingin, ég held að við verðum að grípa þau sem kerfi. Inngilding, það þýðir það. Hvernig leggst bara svona komandi kosningabaráttu í ykkur? Svona, er þetta, þú veist, er þetta stuð, aðeins rólegra heldur en kannski þið helduð? Það er að byrja. Já, ég held að Evrópumálinn séu svona Evrópusambandsmálinn aðeins að skemma fyrir okkur í stöðinni. Já. Það er það bara kosið í ágúst. Já. En umræðan það að fara inn á flug bara okkur núna en það er alltaf ótrúlega gaman í kosningabaráttu það er eiginlega bara, maður saknar hennar bara þegar hún er búin alltaf og góð stemning svona í flokknum og hópnum og algjörlega og þetta er líka allavega fyrir mig rosalega nýtt ég er algjör núbi í þessu þannig að það er ótrúlega mikið sem ég þarf að læra og ég held að með hverju viðtali og með hverju viðbyrði þá var ég betri. Þetta er mitt fyrsta viðtal fyrir utan bara RÚV viðtalið sem var líka mjög stutt. Þannig ég er bara ótrúlega spennt fyrir þessu og ég er bara full af trúarflokknum og því sem við stöndum fyrir og tilbúin að leggja á mig þessa vinnu. Ég held að þetta verður bara mjög skemmtilega kosningar og ég get ekki beðið eftir að bara meiri umræði að fara af stað. Ég var alveg í heitupottunum í sundlauginu morgun og ég var svona svo horfði í kringum og enginn að tala alveg fínu móðgur, sko. Þannig að ég get ekki beðið. Já, ég vona að við okkur takist bara kickstarta kosningabaráttunni bara með þessu samtölum. Það búið að vera mjög gaman og upplýsandi að ræða við ykkur. Er svona eitthvað sem að þið viljið koma að lokum? Eru þið með kosningakaffi eða eitthvað svona sem að fólk getur komið og kíkt á ykkur eða? Herri, já, við erum með opið hús á sunnudaginn frá 11 til 3 núna næstkomandi og hvet alla til þess að mæta. Á Hverfisgötunni? Á Hverfisgötu 105. Við erum geðið þá búin að opna kosningarskrifstofunni, erum alltaf með skrifstofunni í Hamraborg og auglýsum oft vöflukaffi og bara endilega fylgjast með á Instagram og líka bara á Facebook síðu og Silja Sóley Birgisdóttir og Kristín Kolbrún Voge, takk kærlega fyrir að koma og ræða við mig stuttlega svona það sem ég er svona efst á baugi og ég á eftir að sjá okkur örugglega aftur áður en að það kemur að þessu. Já, og hér skulum við bara setja punktinn í þátt kvöldsins. Ég þakka ykkur sem að fylgdust með okkur, öllum góðum gestum og samstarfsfólki mínu þakka ég samfylgdina í kvöld og bið ykkur vel að lifa. Góða nótt. Segðu það
á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.